Við erum að setja upp sýningu sem heitir Varnarliðið í verstöð og hún sett upp til því að við erum að safna núna hjá Byggðasafni Reykjanesbæjar öllu sem við komumst yfir sem tengist veru varnarliðsins og samskiptum varnarliðsins og varnarliðsmanna við Íslendinga. Hvernig var fyrir íbúa í þessu litla sjávarþorpi sem Keflavík var þá að fá þessu stóru herstöð í bakgarðinn hjá sér. Þetta hefur verið alveg gjörbylting og við sjáum náttúrulega ýmislegt í íslensku samfélagi sem sýnir okkur þessa breytingu. Braggarnir, það kannast flest við braggablúsinn, herjepparnir eins og þennan sem við erum með hérna fyrir innan. Þetta hvort þekkja gjörbreytti miklu í íslensku samfélagi. Fyrst rísa braggarnir og fólk nær að komast af úr sveitunum á möluna, býr í braggar til að byrja með. Braggarnir voru ekki nógu fínir, þannig að þá byrja menn að byggja svona betri hús, verkamannabústaðir og þess og þar. Og það gildir einu hvort það sé hérna á Suðurnesjunum eða höfuðborgarsvæðinu hvar það er. Og þessi braggi hérna fyrir aftæði, hvaða braggi er þetta? Þessi braggi var reistur líklega 1943 og var þekktur sem braggi sölunefndar varnarliðsegna á Keflavíkurflugvelli. Og hann var í notkun í rauninni alveg þangað til herinn fer 2006. Það síðan 2010 á nýársdag sem að einhverjir brennuvargar kveikja í honum og þar mistu við mjög miklar menningarminjar vegna þess að þetta var seinasti bragginn af þessari gerð sem stóð upp á flugvelli. Hvernig kemur þú inn í þetta allt saman, þessa sýningu? Ég kem inn í þessa sýningu sem aðili sem að stýrir söfnun varnarliðsmuna fyrir Byggðasafnið og vorum að fá rausnarlega gjöf frá Isavia, flugbrautar, járn og fleira. Ég kem að þessari sýningu þannig, en þú ert lærður hvað, þjóðfræðingur? Ég þjóðfræðingur og skjalfræðingur og vélvirki. En þú hefur mikinn áhuga á alls konar svona? Já. Það er örugglega mynd af mér í orðabók Háskólans yfir grúskara. Og braggar hefur mér alltaf þótt svolítið svona heillandi, kannski fyrir það hvað þetta er ótrúlega sterkbyggðar byggingar, þrátt við að vera óttalegt pjátur. Það er örþunnt efni í þessu öllu saman, en samt stendur þetta af sér verstu veður og meðan að vindurinn ekki inn í þá. Og þið eftir að bæta alveg einhverju við hérna, og koma svið og svoleiðis? Já, við ætlum að setja sennilega setja við örlítið svið inn í hann til þess að bæði að segja frá. Ég kem til að segja frá minni BR-ritgerð. Og síðan ætlum að bjóða mönnum að koma og segja sögur og taka þá upp þær sögur. Og það verður auglýst sérstaklega þegar það kemur, því að þessi sýning kemur til með að standa fram yfir ljósanótt. Það verður eitthvað gaman og spennandi. Og opin öllum sem vilja eða? Já, það kostar náttúrulega inn á safnið, en svo náttúrulega eins og á ljósanótt þá frítt á safninu. Og það náttúrulega mesti fjöldin þá, en safnið opið öllum í rauninni. Hvernig að rifja þetta allt upp svona núna, svolítið seinna? Það svolítið gaman og eiginlega meira en bara svolítið gaman. Það virkilega gaman og spennandi. Og það fyrir svona grúskara eins og mig, að þá þetta, maður svolítið að rífa upp gamla torfur og sjá hvað undir. Bragginn bara eitt stórt dæmi, þó hann sé rauninu bara hálfur og svolítið svona þreyttur greið. En svo bara allt annað sem tengist þessu líka. Það saga Patterson-flugvallar, saga Keflavíkurflugvallar, byggðanna á Suðurnesjum og þróun þeirra. Þetta hangir allt saman á sömu spýtu. Það náttúrulega líka bara atburðir sem snerti Suðurnesjumina svo miklu leyti. Já. Það fullt af Suðurnesjumönnum sem eiga ættingja sem giftust Bandaríkjamönnum, bæði í stríðinu og alveg framundan til herinn fer 2006. Þetta var stærsti vinnustaðurinn á Suðurnesjum. Það var æðisvart í atvinnulífinu þegar herinn fór. Við rifum okkur upp dálítið hressilega, en það samt. Ég ennþá að hitta fólk sem segir, ég vildi að herinn væri ennþá.
Hvaða bíll er þetta, segirðu? Þessi bíll er stórleikari. Hann fór með stórt hlutverk í Clint Eastwood-myndinni Flags of Our Fathers. Var þar í mörgum senum að mér skilst. En Tómas Knútsson fekk bílinn til varðveislu og gerði hann upp. Bílinn er núna í dag eins og nýr. Og þetta er Ford árið 1943 og þessi bílar ásamt því sem við þekkjum sem Willys frá Jeep að þeir eru sannlega forsvarinn af því að túristajeppar í dag eru eins og þeir eru. Því að þetta eru fyrstu kynni Íslendinga af fjórhjóladrifnum bílum. Það eru akkúrat svona bílar og breyttu virkilega miklu í ferðamennsku og samgöngum á Íslandi. Verður eitthvað fleira til sýnis á? Já, það verður meira til sýnis, hluta af þessum Bretajárnum eða flugbrautajárnum sem við erum með þarna. Þau verða hérna ásamt fleiri munum sem við höfum bara eftir að koma með. Þannig að það er bara að koma á sýninguna og sjá það sem við verðum með. Ertu spenntur fyrir opnuninni? Já, alltaf gaman að opna nýja sýningu. Búið að vera mikil vinna við að koma öllu saman? Já, það er búið, hjá mér er búið að vera svona hátt í mánuð að vinna, undirbúa braggann og á reisan. Þannig að þetta er hellingsvinna en skemmtileg vinna.